kynni mig það bara aftur, ég heiti Guðlaug Tómasdóttir og er gömul vinkona Einars og Auðbjargar og þessi dagur sem að við höfum verið að heyra er verulega grópað í mína tilvist, enda var ég á spítalanum og gekk með þeim í gegnum erfiða hluti þó auðvitað langt frá því að geta nokkuð tíman skilið allt það sem þau gengu í gegnum. En þetta hefur verið reynsla sem hefur verið mér erfið, en jafnframt hjálpað mér í mjög mörgu í starfi og í lífinu, í aðstoð við aðra. Við Auðbjörg urðum ásáttar í dag að ég myndi lesa frá blaðsíðu 121 sem heitir Stóri bróðir og sorgin og ég ætla að bara hefja lesturinn. Bróðurkærleikur lifir enn, þótt Jóel sé farinn. Við kistulagninguna voru bílar og bánsar lagðir hjá Jóel til hinstu hvílu. Þá myndi Jóel hafa eitthvað til að minna sig á stóra bróður, eitthvað sem hann gæti leikið sér með á himninum. Hvað ef það ómögulega tækist? Einn daginn stutt eftir jarðarförina ég í eldhúsinu að vaska upp og ganga frá eftir matinn. Heyri ég þá dynki innan úr stofu og fer að athuga málið. Þetta Sindri. Hann stendur á miðju stofugólfi, hoppar upp og niður af öllum lífs- og sálar kröftum, prílar upp á skammel og hoppar niður leið og hann teygir sig eins langt upp og hann getur aftur og aftur. Þú getur eflaust séð þetta fyrir þér. Ég spurði hann hvað hann væri að gera. Hann svaraði strax, ég ætla að ná í Jóel. Hvað getur maður gert í þessari stöðu? Annað en að hoppa með honum. Það gerðum við. Við gerðum það stund þar til við lögðumst vonsvikin í sófann. En við reyndum og það er það sem skiptir máli. Við vildum fá hann aftur, vildum hafa hann hér og viljum það enn. Þessi tjáning skiptir máli og mikilvægt að taka eftir henni. Sá sem ekki reynir, lærir heldur ekkert. Möguleikinn á að hlutirnir heppnist ekki fyrir hendi nema að því að maður reynir. Einn daginn tekst það. Allavega þegar við yfirgefum þessa jarðvist, þá náum við honum aftur og það er allt sem við viljum. Við töpum aldrei á því að reyna. Við annaðhvort sigrum eða lærum. Einu sinni átti ég lítinn bróður. Dagbókin rifjar upp margt gott sem nærir mig núna. Nokkrar slíkar frásagnir samskiptin við Sindra og hvernig hann tókst á við sorgina við að missa litla bróður. Þriðjudaginn 12. febrúar 2002 voru við Sindri, hann þá tæplega 5 ára, á göngu, líklega á leið heim úr leikskólanum. Við gengum fram á 2 konur og önnur þeirra var með barnavagn. Sindri stoppaði og sagði, einu sinni átti ég lítinn bróður, en svo bara dó hann. Konan svaraði fallega án þess að fipast. Já, þá ert þú stóri bróðir. Og stoltur svaraði Sindri með skýru jái. Þarna hafði hann þörf fyrir að segja frá litla bróður og líklega kveikti barnavagnin þessa þörf og hann fékk svona falleg viðbrögð frá bláókunnugri konu. Kannski vakna líka söknuður hjá Sindra að því Jóel kom ekki með að sækja hann í leikskólann. En hann er ennþá stóri bróðir sem á lítinn bróður í hjarta sér. Nokkurum dögum áður hafði ég skrifað í dagbókina. Sindri var leiður yfir því í dag að Jóel kemur ekki í afmælið hans. Og það er kannski ekki svo margt að segja, en þetta er auðvitað alveg stórkostlegt afrek og þetta er ofsalega flókið allt saman í raun. En Auðbjörgu hefur náð að setja hlutina þannig niður að þeir eru samt einhvern veginn einfaldir. En ég er mjög þakklát fyrir bara vináttuna og bara hafa fengið að taka þátt upp að vissu marki í þessu verki og bara fá að vera með ykkur hérna í dag. Takk fyrir.